Ég las grein frá Benedikti Benediktssyni daginn. Hann sem sagt framkvæmdastjóri SVþ eða Samtaka verslunar, þjónustu og bílgreina sambandsins. Þar var hann að tala frumvarp eða minnisblað sem að fjármála- og efnahagsráðuneytið var að leggja fram. Ef að þetta frumvarp verður samþykkt, þá munu heildar vörugjöld á nýjum bílum árið 2026 hækka í 65%. Þessi aðgerð á að tryggja ríkinu auka 7,5 milljarða á næsta ári. Þetta eru peningar sem munu alveg klárlega fara í það að viðhalda vegakerfinu og bæta það í mitt. Nei, sorry. Þetta á að flýta fyrir orkuskiptunum. Gefðu mér break. Verði þetta frumvarp að veruleika, þá mun verðið á meðalrafmagnsbíl hækka 66.000 krónur. Ok, engin skandall, við getum mögulega að lifa með því. Verðið á meðal tengiltvinnbíl sem hægt að setja í samband, svoleiðis bíl mun hækka 815.000 krónur. Þetta þýðir að glænýr Mitsubishi Outlander sem kostar núna 8,7 milljónir króna, hann mun kosta 9,5 milljónir króna á næsta ári. Volvo XC60 sem kostar núna 12,2 milljónir króna, hann mun hækka í 13 milljónir króna. Verð á meðal bensínbíl mun hækka 847.000 krónur. Þetta þýðir að glænýr Dacia Sandero sem kostar núna 3,9 milljónir króna, hann mun hækka í 4,8 milljónir króna. Glænýr Toyota Aygo sem kostar núna 3,8 milljónir króna, hann mun hækka í 4,7 milljónir króna. Verð á meðal tvinnbíl sem ekki hægt að stinga í samband, þess að svona mild hybrid bílar, þeir munu hækka 1 milljón króna. Það þýðir að glænýr Toyota Corolla Hatchback sem kostar núna 6,6 milljónir króna, hann mun hækka í 7,6 milljónir króna. Dacia Duster sem kostar nú 5,9 milljónir króna, hann mun hækka í 6,9 milljónir króna. Verð á meðal dísilbíl mun hækka tæplega 1,5 milljón króna. Það þýðir að glænýr Toyota Hilux sem kostar nú 10,1 milljón, hann mun hækka í 11,6 milljónir. Isuzu D-Max sem kostar núna 9,3 milljónir króna, hann mun hækka í 10,8 milljónir króna. Og svo kemur það allra besta. Meðal kassabíl sem gengur fyrir dísilolíu, það sem sagt svipaður og þessi hérna, Volkswagen Caddy, sem eru oftast notaðir af smiðum eða af fólki sem þarf að flytja vörur eða pípurum, hann mun hækka 2,8 milljónir króna. Það þýðir að glæný útgáfa af þessum Volkswagen Caddy sem kostar núna nýr úr umboði 4,4 milljónir króna án vaffiska, það mun fara upp í 7,2 milljónir króna. Hljóta allir að vera óbúðslega ánægðir með þetta frumvarp. Pælið í bílumbúðir eins og Toyota. Toyota eru ekki þekktir fyrir það að framleiða haf af spennandi rafmagnsbílum, en það sem að Toyota gerir einstaklega vel, þeir framleiða óbúðslega góða hybrid bíla, hvort sem það sé plug-in hybrid eða mild hybrid. Bílaleigunar, þeir hljóta að hoppa hæð sína gleði. Ég meina ef þeir ætla að skipta út sínum flota, það mun kosta heldur betur aðeins auka fyrir þá. Þetta þýðir líka að við, almenningurinn, hérna, ég, þú, sennilega, sem ert að horfa á þetta, við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að halda áfram að keyra á þessum gömlu díseldruslum eins lengi og við getum. Þetta er 2012 árgerð á Volkswagen Caddy og hann er dísel. Þetta er Dieselgate Volkswagen og ég er búinn að fjarlægja EGR-búnaðinn úr þessum bíl. Og ég lofa ykkur því að ég ætla að keyra þessa druslu eins lengi og ég mögulega get með þessari díselvél í bílnum. Svo skulum við ekki gleyma því að þá líka eftir að setja á kílómetragjaldið á dísel, bensín og hybridbíla. Þannig að það verður stuð, það mun bitna á okkur á landsbyggðinni líka, en þá frekar, það mun líka bitna ykkur fólkinni í Reykjavík. Þetta frumvarp er jafn gáfulegt og þessi pappírsmjólkurferna sem er með áföstum plasttappa. Þannig ef þetta frumvarp verður að veruleika, þá verð ég bara að segja, þú veist, takk Daði Már. Takk Viðreisn. Vel gert. Þetta er einmitt það sem við þurftum. Meiri skattar. Hækkum þetta á almenning. Setjum þetta allt á almenning. Já, borgum skatta. Við erum eins og Noregur og Danmörk og allir hinnir í kring. Það verður stuð. Meiri skattar og fáum ekkert fyrir það. Ó já. Það er Gunnar Bragi þegar maður þarf á hann að halda. Hvað er hann? Hún sé hérna. Gunni.